Já, góðan daginn, kæri hlustandi og við erum mættir aftur á Kreik Kaffistofu spjallið heilsar ykkur á þessum beautiful þriðjudegi. Það sól og blíða úti og ef þú ert að rúnda í umferðinni þá getur allavega setta þig sólgleraugun, ekki hugsa að skafa bílinn og það það sem við viljum heyra á þessum vordögum, ekki satt strákar? Jú, það satt. Ég var löngu hættur að hlusta, sko. Þetta var rosalega langloka. Er þetta ekki svona klassískt útvarpsopnun eða eitthvað svona, tala veðrið, bílana, umferðina? Þetta var bara mjög vel gert, sko. Ég bara, þú veist hvernig ég var bara komið með allir Já, bara eftir sekundu það var ekki, þú veist, krefjandi, sko, þetta er ekki kortir svirðilegst, sko. Nei, true. Við erum mættir hérna, við erum að testa nýjan myndavél. Gunni, segðu okkur aðeins frá þessum myndavél. Heyrðu, við ætlum að kaupa GoPro en keyptum ódýrar útgáfuna og til að vera með tvær sem við erum ekki að nota. Já, en við ætlum að byrja að nota eina og þetta verður nú ekki þáttur í fullri lengd held ég hjá okkur fyrst. Nei. En ef þetta virkar vel og við sjáum fram á að við getum gert þetta, þá verður að koma tvær vélar hérna og hver veit nema við hendum upp kannski þriðju vélinni. Já, það væri gaman. Beint í andlitið á Gjallari, hann er alltaf the most beautiful boy of Iceland. Já, það var bara hér. Já. Væri sem þetta ekki sterkt að vera alltaf bara introið í þættinum þegar að lagið er undir, þá væri að summa af andlitinu á honum. Mjög gott. Eða ekki, út í viðmynda okkur. Já, herri, við erum að taka upp í svona hálfgerðal nýju stúdíu líka. Við getum sagt að það hefði verið Extreme Makeover. Alltaf betur. Extreme Home Makeover. Við sést flippuðum herbygginu, við vorum hinum einn. Já. Núna getið bent að við erum í kameru. Já, Gunni, þú greitir að fara ruslatununa með dósunum. Hann er fyrir henni, hann er svo stór. Já, big boy. Herri, já, big boy gunny. Hvað meinar, þú ert 1.90? Já. Þú tekur þetta alltaf svo inn á því og þú verður alltaf strax í þetta. Nei, og það er búið að kaupa dúka á borðin og... Takk okkur aðeins fyrir hlustandan sem kannski ekki að fara að kíkja á. Hvað erum við búin að setja hann upp í stúdíu? Herðu, við náttúrulega byrjuðum á því að Dóri keypti sér Pokémon Lego. Já. Ég er að sína myndavélinni það. Hann borgaði 3.000 krónur fyrir það og Gunnar ætlar ekki að taka þátt í þeim kostnaði. Nei. Við keyptum okkur plakkött. Já. Hvaða plakkött erum við með hérna? Hérna erum við með Sandy. Sandy D. Já. Og þannig erum við með fyrir Gunnar Lord of the Rings. Lord of the Rings hjá Gunnar. Ræðilegt að setja mín megin. Nei. Síðan ger ég ráð fyrir að hérna hafið þið verið að klára síðasta 100-kallin sem við áttum á budgetinu. Við tókum ekki einu verð með hann af. Og síðan erum við með hitt og þetta stundaglasi, mjög hrifin af gerfiblóm. Já. Það var mikið... Pokikúlan er skemmtileg. Pokeball. Já, hún var rándýr. Þar fór budgetið, þetta aldrei alveg. Já, Pokikúlan. Og hvað heitir Pokémon hana? Squirtle. Já, svo erum við með Squirtle hana nálægt. Og auðvitað erum við með kaffistofubrúnuna. Svo finnst ég að Kjallar hafi verið að sína þetta eins og við ætlum að setja þáttinn út í fyllir lengt. Við erum bara ef skildi vanta klippu. Já. Ég er bara að reyna að búið til content, svo getur Gunni eitthvað verið að leika sér eitthvað. Já, hann er Squirtle. Já. Það er aldrei að vita að þetta sem verið fyrsta rílið sem fyrir út. Þarna er Squirtle rílið. Já, hver veit. En kannski verður þetta líka bara... Kannski er þetta ótrúlega þægilegt að setja þetta í fulla lengt og við verðum kannski bara með one camera fulla lengt. Og síðan kannski virkar ekki... Kameran. Það getur vel verið. Það er mjög líklegt. En herbyggið er flott. Já, herbyggið er æði. Það er ekki neitt svona drasl hérna núna. Það er bara okkar dót. Við erum bara komið með sér stúdíu. Já. Nú erum við ekki að deila með einhverjum handboltaköllum. Það eru bara hinum með við okkur. Nú erum við nágrannir okkar. Já, og mót okkur eru körfuboltafólki. Já, þannig að þetta eru fínustu nágrannar. Það ekki? Jó, svo verður völlurinn í sumar, við tökum upp í hálfleik og svona sko. Já. Í fótlanum. Hver veit nema við bara verðum svona með það nánast í beinni þegar við verðum að lýsa og sjá kunna má vera þjálfa Fjölni. Kalla mig. One beautiful coast there. Já. Heldur betur. Herðu, strákum minni, hvað voru þið að brasa helgina? Kjalla minni, viltu byrja á því að segja mér hvað þú varst að brasa? Býttu nú við. Helgina. Herru, ég var að þjálfa og síðan fór ég í roadtrip með allir fjölskylduna á Selfoss. Roadtrip? Fórst á Selfoss og kíktir ekkert heim til mín? Nei, það hvað er að þér? Sorry. Við fórum að skoða hvolp og á svona fjölskyldubóð á Selfossi. Það var mjög gaman. Gaman að leggja landið til fót. Já. Það fari í sveitina. Það hefur verið gaman að kíkja í hverju gerði líka. Já, ég hefði ekki gert það. Svona in hindsight. Ég með mér og eitthvað. Það veist ég. Þess að mamma getur ekki kíkt í heimsóknum mig. Jú, það er svo svolítið. Ég hef oft farið heimsóknum mömmu þinnar. Var bara hana daginn eitthvað.
Já, ég veit Ég skráði það hjá mér, þetta voru mistök Hvað fórstu einn? Til mömmur að skilast Já, Nei, það var neitt rammalið en ég get alveg farið Já. og bankað upp á Oslo og tekið bolla já Það er nú verið gaman fyrir hann að sjá svona hversu langt ég er komin í lífinu með hvað hún hefur nú ekki trúað á mér Það Hallmar er alltaf hún er meiri sjokki við því sko Hann býr á Egilsstöðum, það er alveg hægt að gera eitthvað við lífið sér það sko Já, true Það er öðuldra markaðar Já, það er bara það er annarkvort einhverjur fyllibittur hann eða hard workers það er annarkvort valið Þetta eru tvær leiðir sem getur farið sko Það er annað hvort það er alkoholisti Já. eins og þú segir, hard worker Já. Hard work En það er ekkert annað líf hann sko það getur verið að vera einhver kaffibóllagæði hann niður í bæi eða eitthvað sko Nei, en spilskur ykkur í ljóð tekur hann er hann ekki að taka bara einhvern heilan dag eða skuttla einhverjum einum bíl eða? Er það hard working? Nei, hann er að taka kannski svona 4-5 útgöll á dag Já, ok En svo er þetta, veist, ég fór í svona okkur útlmönnum og þetta er svona max svona 5-10 mínútan vinna svo er þetta meira bara að setja í bílum Já, Það er bara að keira, það er vinnan þú ferð út í ykkur bíluð veðri og það er svona, það er sjúkt aksjón við erum náttúrulega að tala fyrirtækið, hvað heitir fyrirtækið? Neða þjónustu Austurlands sem er sérst, ástæðan fyrir þessa myndaröður Já Neða þjónustu Austurlands sponsað þessa myndaröður og veist, það er bíla með það er svona, þetta er svona eins og verið í bíómynd hendi mig gaðlinu minna maður bara, veist, að geðveit peppaði sko svo bara komið henni bíl, veist, maður er allur hvítur í framann á snjó og svona sko og þá bara vinna búinn, skilur svo ertu bara að rúnta og segja bara pay now, skilur Bara rukka Já, það var rukka feitt, skilur Já, þetta voru 12 mínútur og við vorum 4 starfsmenn við keyrðum 15 km, þetta er svona cirka 750 skall Lækur þetta bara einu núna En já, Gunni minn, hvað varst þú að brasa? Heyrðu, þessa helgi, hvað var ég að gera? Ég bara að reyna Heyrðu, ég fór í matabóð bara hjá vinni mínum Fullur, Fórum affyllir Gunni byrjaði að drekka svolítið meira miklu meira sko, það var einu svona ég sem hverju einustu helgi Já, er Gunni alltaf Tók Gunni tipsi. Það var matabó Já, vini mínum, eins og hann hafði ekki verið tipsi þar sko. Já, ég fekk mér alveg nokkur á hann kom með naut og benna og Síðan held ég að bara verið í síðasta þætti þá varst að segja okkur frá fyllir í svörnindi Manchester Akkurat. og í þar Sammála síðasta þætti þá varst að segja okkur frá því að Það var ammalið í Breiðholtinu þannig, blokkinni Já, það sem að Já, það var að eitthvað- slaufa og því þið að það var svo mikið læti í ykkur Já, það er rétt Það var þetta ekki í brjóldinni, Já. en já Það er svona, það er bara Herru, það er bara fyllir í hverju Já, vá, ég var bara að fatta núna Já, Þess að hafa álfinn fyrir Gunnar kannski já, þú mátt Sögur- ekki tala Já, mikið séu sko. hvað Dóri reyna að færa þetta Ég er til með þess ekki búin að vera að gera neina helga núna Nei, en hvert þetta fara aftur í næstu viku? New York City Ok, Mhm. eigum við að pröfa að ringi þig einhvern tíma þar? Já, mig hefði gera það Ég er ekkit vissum að þú getur sagt nafnið þetta sko. Nei, það var í blackouti Ekki því að fyrir sýninguna Það á að þínu bara Já. að vera tipsi Já, þessi síning Sopnar á sýningunni Vá, hvað það væri vond Og það henda sér út En hvort, heldur hún sé betri þarna í London? Röglega heimaðalli Alltaf betur á heimaðalli Í New York Já. Þú ert að tala um sýninguna Book of Mormons Book of Mormons sem Ég þú er ert að mjög fara að sjá í New York Já, það er ástæði fyrir ferðaninni Já, að vera að fara á Book of Mormons En það er vist mjög vinsætt líka í London Já, þeir fara stundum okkar Já. Ég hef aldrei farið til Bandaríkina Þannig að þetta er fyrst ekki til Já, Já, ok sem körfubolta þjálfari Já, ég er meira Euroleague Já, 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 ekki NBA mennur nei, Nei okay. En ég ætla að drekka NBA-leik nei. Ekki þetta skipti Tjekkaður á Nix með það Ég tjekka það er Nix Vorting Wizards Og ógeðslega dýrir og ógeðslega liður og leikur Já. Þannig að ég ætla Þetta ekki láta blekja mig það. Bandaríkin er alveg heftalega dýr sko En byrju, þetta ekki að fara í 5. Eru þeir með útileik síðan líka? Já, þetta var alveg einu Það bæði sko Nets og Nix er að spila útileiki Ok, það er þetta hrikalegt Já, en ég gæti farið á college basketball Það er ábyggilega skemmtilega bara Já, það er í Madison Square Garden Nú? Er það NYU? Big East held ég sé að kepa hana Ég veit ekki hvað þetta er Eitthvað tournament í Big East Já, En já, annars var helgi mín bara takk fyrir að spyrja þú talar allan tíma þegar þú varst að spyrja okkur Þannig að það var erfitt að koma á stað Nei, við vorum bara að segja að þú hefur verið matabóði fullur og Já, já, kjalar er alltaf í einhverju svona alltaf ykkur hópefli ógæslegum fjölskylduferðum sko. Já, Já, þetta er, Þetta er orðið vel þreytt já,
og svo, já, fjölskylda fyrir bara í Selfoss. Þetta er rosalega mikið leikrit eitthvað. Þetta er bara ekkert leikrit. Fáðu bara öll saman heldust í hendur. Það er svo gaman. Hvað varst að gera á Selfossi? Nú, kaupa pulsu? Nei, fjölskylduferð. Skoða hvolp. Nei, skoða hvolp. Svo lítið sætti hvolpur. Það var kaffibóð hjá systur minni, hún býr á Selfossi, sko. Já, ok, þú veist að kíkja sýst hinn. Já. Ok. Ándurs, get alive. Góð leður. Hvað varst þú að gera, Halldór minn? Herðu, ég lögudaginn fórum við í Hólminn. Ég var með leik í Hólminnum. Ekkert eðlilega þreytt að þurfa að fara í Hólminn og tapa leik í ykkur 10. flokki í B-liðið eitthvað. Það er þurft. Körfuboltinn er svolítið meira að vera að fara út á land til þetta námboltinn. Já, þið vitið bara, Vestmannaeyjar og svo bara búið, sko. Já. Vestmannaeyjar og Akureyri. En við tókum bara family trip out of it, sko. Já. Og já, það var Get a life, you loser. Ég var sko hálpana. Herru, við glimtum nefna eitt. Að því flottasti sem við keiftum, sem Kjalar skulda mér ekkert eðlilega mikið greiða fyrir að gera. Það eru stólarnir. Já, stólarnir, auðvitað. Hún lengi að setja það saman. Halldór náttúrulega setti bara sinn saman. Ég setti okkar saman. Já, ég trúi þér alveg. Ég sagði, Kjalar verður bara að setja sinn sjálfur þegar hann kemur. Já, það er líka mjög lýsandi fyrir þig, Dóri. Hann ætlaði samt ekki að gera það. Hann sagði það, en hann var aldrei að fara að gera það. Það var hugmynd. Það kom alltaf hugmyndborðið. Sunday, það var bara Sunday Funday. Það var pottur og eitthvað svona, skilur. Já. Það er svo nóg til hjá þér. Nei, við erum að bara að vera lagapottir núna, sko. Já. Ég fór í mission með þér að leita að einhverju stykki. Við erum ennþá eftir að klára hann. Þú voru svona eiginlega að klára það mission með mig. Þú komin alltaf djúft inn í það mission til þess að topploka hvað sem hann sagði þetta eitthvað. Já. En já, annars var bara ljómandi gott. Ég var að fara aðeins að kíkja yfir gúrkutíðina í fréttunum. Ég var nú bara erfitt að taka saman. Fréttin er í dag. Kjalar vildi nefna borgarstjórnunni. Kjalar. Já, það er svona að sló við skökku að hún nýji borgarstjórun okkar, hún er með litlar tæpar 3,9. Tókuðu það ekki í senustu? Nei, það er búið að vera Það er búið að vera allt brjálað yfir þessu og hún er segast ástæðan fyrir að fólk er brjálað eru nokkrar. Hún er segast formaður Samtök sveitafélaga. Já, Samtök sveitafélaga, SCS held ég að heiti. Og fyrir það fær hún 900.000 krónur. Já, nú ekki að mæta okkur eitt fund, eða ekki? Jú, en það er skráðsamt sem 50.000 vinna. Já. Nice, sækjum takk. Og síðan er hún alltaf borgarstjóri Reykjavíkur og það er væntanlega skráð sem 100% vinna. Já. Og borgin er með svona einhverja stefnu að enginn má vinna meir en 100% vinna. En hún er borgarstjórin og hún er að vinna 150% vinnu. Fer það saman að vera að vinna í samband íslenska sveitafélaga og vera síðan borgarstjóri? Það hlýtur að vera eitthvað. Það er ekki eitthvað konflikt? Það er eitthvað konflikt, það hlýtur bara að vera sko. Ég er enda þekkið ekki, en ég ætla ekki að tala alveg með raskatinu. Kannski ekki, en það hljómar þannig allavega. Og annað sem það fer rosalega í tönuna fólki er að það er náttúrulega búið að vera semja við Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg er náttúrulega eitt stærsti atvinnurekandi á Íslandi og ef ekki stærsti. Og þeir voru náttúrulega semja við kennarana, þeir voru semja við Eflingu og eiginlega bara öll stéttarfélögin. Og það var alltaf verið að tala um sko, þessar hóflegu hækkanir og kennararnir náttúrulega sprengdu skala með 24%. Hún fekk 120% launahækkun á sambandi sveitarfélagana. Nice. Já. Þetta er svolítið svona sem fólk er að Já, hún er sérst með 2,6 milljónir sem borgarstjóri. Já, sem er samin texti og Einar var á, sko. Og svo fær hann þessa ágæta bónusuna. Já, síðan er hún líka með, sko, akstur fyrir hana íslensku sveitafélagin, sko. Fær 150.000 mánuði þar, sko. Fyrir akstur? Já, fyrir akstur. Hvað, fyrir að keyra? Já. 150, hvert er hún að fara? Ég veit ekki hvað þessi fundur er, þú veist, Grenivík eða eitthvað, ég bara gerir mér enga grein fyrir því, sko. Sjís. Og það er frétti núna, hún liggi undir feld og kommunistinn hérna, hún ætlar ekkert að skipta sig þessu núna. Það er alveg sósíalistast. Eina sem vandaði var bara mella og helvítis. Hún bara varlegið það. Já. Bara hvernig var þetta, sorry. Þetta er bara alltaf þegar fólk er komið stjórn, sko, þá bara svona, nei, ég bara, veist, ef þetta væri the other way around, skilur við, og sjálfstæðisflokkurinn væri þarna eitthvað bara, þannig að ég man ekki alveg hvað hann heitir, hún væri bara hana með solid 4 kúlur mánu, það væri allir bara rólegur í því, ekki? Hún væri bara rólegur í því þessi senna. Já, en líka sko með
þennan punkt þarna að því að sósíalistar vilja sko lækka laun opinbera starfsmanna þú veist, í hæstu stöðum Já. það er búið að vera svona einna helsta baráttu dæminu þeirra sko síðan er bara komin inn drottningarna og samfélkingunni í borgarstjórastólunum bara með 4 mánuði það er mjög erfitt bara, já ok en hún sagði líka að það eru 14 mánuðir eftir að kjörtímabilinu og það eru líka að gera neitt í því. Já, þetta er svona líka eins og í pólitíkinni, í heimspólitíkinni að flokkur fólksins þau voru bara, já það var bara einbetta sér að setja peningana ekki út fyrir landið heldur í fólk, fátaka fólki og svona. Gáðast þú ekki tala um að það er búið að setja svona solid 11,1 milljarða í Ukraine war? Ísland er búið að styðja Úkraínu 11,5 milljarð sem að er, ég meina útlendingarnir sem innflytjendamál á Íslandi eru 1,5% ríkisveldi sko. Þannig að þetta er eitthvað svipað sko. En helviti mikið. Vitum við hvað við erum að eyða í þannig í Úkraínu? Erum við að kaupa vopn eða erum við að styðja til matvæla? Nei, það var svona caveat því að ég veit ekki alveg betur orð á íslensku, það var fyrst og fremst til varnarmála sem okkar peningur áttur að ráðstafur í. Já. Og síðan reyndar var líka í vopn og byssukúlur, eða þú veist ammo. Já. Skotfæri, já. Herðu, er það ekki íslensk orðuri? Jú, ammunition. Já, en ekki skotfæri. Já, ég myndi segja það. Þetta var svona sem Kjalla vildi vera. Gunni fann frétt á Smartland Mörtu ris og fall frelsum geirvörtunar. Þú veitir eitthvað að fara við það, Gunni minn? Ris og fall geirvörtunar? Þú varst ánægð með frelsum geirvörtunar. Þú varst ánægð með frelsum geirvörtunar, ekki? Jó. Hvað er það að tala um? Hvað er markmiðið með þessari frétt? Það er bara að vera að tala um að Free the Nipple hafi gert að verkum að gegnsæði kjólar hálfvitsjöfnum ætlaði allt koll að keyra og þú segir alltaf nice. Þú settir caps lock nice og settir mynda Borat. En já, þetta er svona hæðir og læðir frelsum geirvörtunar. Gunni, þú ert bara ánægð með þetta? Já, eru þið ekki bara líka það? Já, svona bara snerti mig kannski ekki persónulega. Ég geta að lifa á þess að... Sérðu mig mikið í netabólu með það? Það er alltaf að tala um Bianco Sensori. Ég sé þetta alveg bara á browser-historinu þínu. Netabóluna. Afsaki. En já, allavega. Fleiri fréttir sem snerta Gunna. Hvað ertu að fara að ljúga núna? United, völlurinn. Já, samanlega því, hann er flottur. Hann lítur vel út. Verður ekkit verður ekkit erfitt fyrir svona þessar hardcore United menn að mæta ekki á Old Trafford sem eru bara jarðaðir held ég. Þeir ætla ekki að renovata. Nei, þeir byggja bara nýtt. Þetta verður rosalur. Það voru að senda frá sér myndband í morgun. Já. Ég var eftir að horfa á það. Ég var búin að sjá þarna fyrstu drög. Það var bara eitthvað insane. Hvað er alltaf að gera, hvað þetta var mikið verk. Já, og svo það, aðal líka er svona eins og núkampælingunar og allt þetta, að byggja allt í kringum þetta. Já. Það var alltaf að gefa einhverja peninga. En var ekki Íslandsvinnurinn að koma fram núna í viðtali við Gary Neville og sagði að peningastreymi Manchester United hefði átt að vera sjóðutin hefði átt að vera búin að tæmast í nóvember ef hann hefði ekki komið inn. Nákvæmlega fréttin sé með opið hérna næst. Fyrir ég. Það er United hafði orðið gjaldþrota jólin ef það ekki verið gripið inn í. Já. Þannig að ég ætla að setja svona smá varnagla á það að það sé eitthvað dramatískt. Já, alveg 100%. Kannski ekki gjaldþrota en ég meina með FFP og annað þeir hefði alveg getað lent í bullandi vesinu sko. Já, ég held nú samt að það eru nú alveg ágætið sölufurur í þessum leikmennum sem rættu nú alveg að geta retta sér. Hverju ætlar að selja? Það er engin, þetta er svo... Það er samt nefnilega svolítið skamtíma að hugsa því að þeir eru allir svo hán launum sko. Þeir lenda bara í sama Barcelona lendi eins og Titi. Já, það gerir sæl og selur leikmennina þá þurftu nefnilega ekki að borga laun. Nei, en þeir þurfu náttúrulega samþykja að skrifa undir eitthvað annars staðar. Og hvernig er þetta Casemiro og sé ekki farin eitthvað? En Barcelona lendi í sem Titi, hann var á 350 stefrum á viku og hann var bara ég tilbúin að fara og síðan var það bara eitthvað, betur þeir að bjóða mér 100 eurur á viku. Nei, ég fyrir ekki fett. Hann satt bara í 21, hann var ekki svona skráður sko. Þetta er heimsmeistari sko. Nei, sko líka eins og Rashford, það er enginn sem að United sé ekki að borga eitthvað launum hans í Aston Villa. Jú, þeir eru að borga það.
það hlýtur að vera en það samt með þessa leikmenn þú veist, Rashford til dæmis núna eftir hann fór á láni hann orðinn betri sölvar, Sancho líka Antoni líka en United þess að allt ekki að rætta sér að þeir eru náttúrulega með allan image réttið sinn og allt þetta dót sko þannig að þeir voru ekkert að vera gjaldþrota þeir sérleika þeir eru að fara að spila bara beint eftir season, það ekkert pása hjá þeim sko þeir eru að fara til Malasíu að spila já, en þetta getur náttúrulega líka verið sko hann kannski að tala hérna lausafjárstöðu félagsins já, það alveg mikla líkur á því en þeir eru að fara að setja solid 2 miljardi punda í þennan leikvang hvar spilar það meðan? Er það eitthvað þeir náttúrulega ef þeir eru að byggja nýjan þá þurfa ekki að rýfa þennan þau ljóta náttúrulega bara að spila Old Trafford þá ég ætla að byggja hann annar staðar já, hann verður við hliðin á skilsmér ekki hafnasvæðið eitthvað? Nei, það Evertón-völlurinn eða eitthvað ég heldur alltaf að breysa þetta bara sko í sama hverfi þetta verður þarna bara á næsta já, ég með sýnist þetta með bara að vera hérna er þetta ekki bara Old Trafford hérna eða? Ég held það sko alltaf eins og ég skildi þetta sko, þetta er bara hann rétt hjá ég er að reyna að sjá fyrir mig hvar og hérna sér þið mynd já á vellinum, hvernig þetta er þetta er rosalega flotta myndir þetta er geðveikt ég meina, veist þetta hlýtur bara að vera í svona svipu stílu svo Bernabéu og eitthvað svona það er einmitt, ég las eitthvað, ég ætla ekki að fara hérna, ég held að þetta eigi að vera svona líka frábært til að geta haldið tónleika og eitthvað svona það er enginn að fara að byggja völl í dag á þess að það sé sko þannig að sé bara hægt að money making machine eins og tala um þessi real völlur sé bara að fara að borga sig á bara nokkrum ár já, það er bara svona venue svona erfitt fyrir þú veist önnur félög þú veist eins og City geti aldrei hermt eftir af því að Manchester Borg ber ekki þú veist eins og Liverpool á mjög erfitt með að herma eftir Evertón skilur það því að Evertón er komið með United þá var ég að tala upp á hérna, bóka sjó og allt þetta sko. ekki nema að fara bara í hardcore en ég heldur náttúrulega veist, að Liverpool Borg sem hérna sé eitthvað örgulega hjálpa eitthvað ein fréttum í United viðbót í fréttunum sama viðtal Nei, leikarinn Rory Jennings sagði að Rasmus Højlund væri lélegasti leikmaður sögu United, sammála því kunni? Sko, ég ætla ekki alveg að segja það voru það er allan að við erum ekki að sjá neinn gæði hjá hann hann er ekki að koma inn á og breyta einu en einu eins og við kannski tölum hann aðeins leikinn á móti Arsenal en ég hef alveg séð verri leikmenn en aftur á móti þá er mjög skemmtilegt að Sir Alex Ferguson gerði rosalega mikið úr þú veist eins og leikmennum eins og Luke Chatwick sem endaði bara í 3. deildinni og eitthvað svona og Quirtan Fortune og gæja sem spiluði allir með Manchester United en hann náði bara öll út úr skilur Quirtan Fortune maður, það er alveg FM leikmaður kaupir hann alltaf eitthvað nefndilega Já, og hann kemur alltaf Já, alltaf tilbúin að koma Já Herðu, það er hlustandi misánæður með fellow útvarsþátt ef við segjum að þetta er svona útvarsþáttur Brennslan, núna er þetta bara Rikki G og Egill, Kristín ekki lengur Shit, hvað þetta er lélegu móli Það er ekkert að tala það Og þeir segja, Rikki G segir að þetta er nú ekki okkar sög er hann ekki yfir FM með það? Jú, hann er samt að hætta yfir FM Okay. Ég veit ekkert okkur hún er hætta sko, ég tók þetta bara bara no comment að þetta frá mér sko sorry Hvað er þið ekki inn í málum FM 957 strákar? Nei, ég bara er það ekki sko en leðilegt Ég er nú sett ofta á FM, ég bara get ekki ég veit ekki hvort ég sé að vera svona ógeðslega gammal en það eru þannig sem er með þætti þannig að þessi Guðjón sem var hérna í Idolinu og eitthvað svona þetta eru aðeins og hresslið fyrir mig sko Það er bara ég veit ekki eins og hvort að tala sko. Nei, ekki heldur Þú ert alltaf bara rás 1 í þessum fjölskylduferðum sem þú setur í okkur Rás 2 Nú, þetta ekki komið okkar Rás 2 Herður, senast í Skíta Mórall hefur sendt á sig glæni í útgáfinu læginu Sælan, er það að fara að hlusta á það? Varstu með þetta í flott að fræga? Nei bara alls ekki Ég ætla líka bara að segja það Halldór ef að Gunni hefur verið með þetta í flott að fræga þá ég gefi honum 1 Sælan í nýjum búning Sko þetta er í fyrsta skipti bara aldrei í sögu þáttarins ég er bara að gefa það yellow card og verið fréttir Þetta er skelfilega fréttir eðlilega léleg og þrjár fréttir United United fréttir FM frétt og einhver
skímófrétt. Já, líka bara, sko, hún langaði bara að segja free the nipple, það var grein. Þetta lélegast í fréttamónitóri. Af því að mér finnst þú góður í þessu. Þú finnur yfirleitt eitthvað sem við getum talað sko. Þetta var ömulegt. Þetta sko. Þetta samt alveg á 4 eða 5 miðlum minna sko. Já, ok. Bara, ég veit ekki hvað við segja þig. Ég svektur út í það. Nei, þetta alltaf gaman þegar það kemur svona smá svona steikt. Ég veit þú að það eftir að bring it back hérna. Ég held að Dóri sé að fara að taugum að því að kameræðin við skiptir. Þetta var svona einhvern tíma með gella kallir sko. Gella. Þetta hróttalegu múldur. Eftir með eitthvað meira, það ekkert til að tala hérna. Nei, förum í íþróttir. Nei, þið vilja ekkert ræða að Sæland kom út 1995. Ég veit ekki hvað lag þetta sko. Nei, ég veit ekki heldur. Við erum komnir í íþróttina. Þetta ekkert eðlilega lélega fréttir. Ég var að byrja á Englandi eða? Þetta alveg meina ömulega leik sem ég horfði á þannig helgina. Hvað er það snúsfestið? Já, svona allavega meirhlutunum leiknum alveg að Davíð Ræja á hvað að verða Prime Peter Schmeichel hann. Já, ég ætlaði nú að byrja á Southampton. 3-1. Já, og líka síðan bara rifrildin sem voru þarna sem komið á netið. Og það var og eitthvað svona. Já, bara Virgil van Dijk þegar hann segir we are not in League One. Það var í Paris Saint-Germain leiknum. Var það PSG? Ok. Það var þegar eitthvað sportingdirektorinn eða eitthvað þannig að PSG var eitthvað drulluðu dómarinn og hann sagði þetta ekki League One innan vinnur. Já, ég nefnilega heyrði bara hljóðu upptökuna. Ég sá, hafa vist sagt við með að vera eitthvað myndband líka. Já. En mér aðstæða skemmtilegt. Það er ekki bara að segja að þeir fá ekki allt sem þeir vilja hana. Já. En Southampton byrjaði helviti vel í þessu leik á móti Liverpool. Já, þeir komast alltaf yfir. Ég veit alveg að þú vilt ekki byrja á meistaradeildinni, þannig við getum alveg fært að þið náttúrulega ekki þar United skilur. Hvað er að tala að við komum við hálfa leiðið í Evrópakefninni sko? Eina leiðið sem er undefeated í meistaradeildinni og Evrópadeildinni. Nei, sérst, það er ekki búið að tapa leik. Í Evrópakefninni? Já, það ekki, eitthvað sáðu það? Í Evrópakefninni, já. Jú, þeir eru ekki að flagga því núna sko. Sick. Já. En góður sigur hjá Liverpool 3-1. Já. Ofurtölan segir þessi 99,5% líkur þessi er búin að vinna þessa deild. Það er 100% líkur að vinna þessa deild. Það er bara leið og Arsenal ákvað að vera þrótalið. Já, ég meina þeir eru bara ekki með framreiða. Bara ekki einn sóknarþengi til leikmann. Ég er búin að hlusta á svo mikið á podcastum og það er allir að segja, þeir get ekki vorkett sjálfur sér. Þeir vissu þetta alveg. Það vissu þetta allir. Ég var alltaf að biðja þegar myndi koma nýtt framreiða þarna lappandi um dyrnar. Allt þetta maður, hvað sem lítill kall er hann? Lappa út okkur í viðtalið hérna eitthvað? Lappaði hann út í viðtali? Já, eitthvað bara spurði hérna bara framherraköpin, voru ekkert að pæla og lappaði bara út. Og það er rétt náðan hana síðan en Liverpool bara er ekki búin að vinna deildina, svaraði ekki. Já, ok. Hvað vel pyrraður. Ég fílaði hann bara, hann sé brjálæður. Hann á að vera brjálæður. Hvernig fannst þessi leikur? United leikurinn, Arsenal leikurinn. Já. 2 lið sem pakka. Geðveikt leiðanlegu leikur. Þetta er náttúrulega bara 2 framherjarlaus lið sko. Reyndar að mismunandi ástæðum, það náttúrulega bara er ekki framherji í Arsenal og hann er frekar dapur þarna United megin. Ég finnst nefnilega ég ætla aftur að segja bara mér finnst Sörgsi bara mjög fínn í link-upi sko. Já, hann er bara ekki ógnandi. Hann er góður í link-upi, en hann er bara ekki ógnandi sko. Já, það er alveg rétt. Þú veist, hann er rosalega fínn í að linka upp og koma okkur ofur á völlin sem er bara hólinn, sko, ef hann fær boltan í lappirnar það er bara 70% líkur af því að við séum bara að fá, þú veist, næstu í marki bakið og að fæt boltan. Aukaspinna var þetta, það var Bruno. Já, hann er svakalegur spinnumæður. Ræja átti samt að vera næra allavega. Ég skil ekki alveg, hann staðsetti sig eins og hann væri 2 metrar, sko. Hann er 1,80. Ég skil samt alveg, þú veist, Bruno sett hann í markmannsótti seinast þegar hann skoraði. Þannig að maður skilur alveg að hann sé með varnaklaðana, en samt, sko. Ég meina, Ræja er bara, þú veist, ef hann væri 10 cm stærri, þá getur hann þetta. Já. En hann er bara lítill, hann verður bara að vera staðsettur með miðju markinu sko. Já, en við gefum Ræja það að hann vann þetta stig. Já, hörku góður. Hann er góður hann er lokin. Hann er geggjaður sem markmaður, hann er bara lítill og stundum tekur hann eitthvað alveg grillu útlaup sko. En ekki byrja útlaupum með allar að tala um þennan leik sko. Onana er ykkur heila brenglaðasti maður sem ég vita Ég er búin að segja þetta við mjög lengi. Ég hef aldrei verið á Onana-vagnum sko. En, ég veit ekki, þetta ég er svona, mér finnst enski vera hann er búinn. Já, mér finnst það bara ekki nóg mér finnst líka bara svona margir leikir ekki nóg skemmtlir. Chelsea var eitthvað að horfa á þá
flatt, leiðilegt Já. svona meira segja að Liverpool-leikinu finnst mér ekki einu svona það skemmtileg, þetta bara tikkar þeir eru skemmtileg, ekki segja bara þegar Liverpool þeir sækja Nei, ég er ekki að tala um það sko, ég er bara að tala um svona bara, þetta er alltaf 3-1, 2-1 það er ekkert svona en ég held að Liverpool sem sko svona spennufaktor, skiljur það er margir að segja, eitthvað svona ég séð á netinu eitthvað, bara þýli tefnir og allir hérna séu svona lélegir, skilur Liverpool er eina góða liðið sem búið að vera solid bara allan tíma Já, mér finnst þetta líka svo léleg röka því að þú verður að vera heppnild að vinna þessa deild sko Þú veist, auðvitað þarf að vera ógeðslega góður en þú verður á að heppna með þér sko annars sem vinnur ekki þessa deild sko það bara er ekki séns En bara veist, þeir eru eini sem bara búin að performa vel þetta sísón. Arsenal er svona eins og hólar sko. Bara allt í henni bara vinna allt í röðu og eitthvað svona. Chelsea bara þvílíkt downfall þegar þú voru bara Þeir eru náttúrulega sko, þeir eru bara eitt leikmaður. Ef hann er slagur, þá er liðið slagt. Hann er búin að vera slagur líka í 1,5 mánuð sko. Ég er að segja það og þá verður þið bara slagir. Þannig að, ég veit ekki, við veist sísónu, ég er ekki að tala um þetta bara kvóta Arsenal, ég hef bara viljað hafa 2 hestar hlaup, þetta er svo ógeðslega leðilegt þegar þetta eitt lið hleypur með þetta sko. Það er gallað með fótboltan að það er ekkert play-off, þetta er bara búið, það er mars, það er bara byrjum mars, það er bara búið. Ég er til að finna bara hjá sjálfum mér, ég er svona búin að missa að því að ég horfa alltaf sko á svona 3-4 leiki sko. Þannig að núna nenni ég líka að horfa neitt leik sko. Hei, prófa að betta á þetta, setja bara smá bett í gang, þá er það alltaf gaman. Ég maður bara eftir sponsor þættanis hann var með eitthvað gula, fóru klóstið yes, það er guldspjald þá getur við haft gaman að þessu formúluna fara að byrja helgina Já, hvað er fyrsta reysið? Það er Australia Hvernig eru þið með að vinna í ár? Að vinna í ár? Hefur að taka hérna hver er líklegastur? Ég er með minn, búin að velja minn Já, hvað er það Max? Nei, ég ætla ekki að setja Max Ef að taka hann út úr breytinu Nei, ég má setja Max Ég ætla nefnilega að reyna að finna síðan sko þegar við tölum hver myndi vinna veist, Ég er ekki búin að kynna mér sko fyrstu tíma Við fyrir náttúrulega að bráðum að taka þegar við spáum fyrir Ólís og Bónus þá þurfum við að finna klippur í því og hver er bestur í þessu Já, og svo þurfum við að fara svo er styttist í að við förum yfir bestu deildina Já, algjörlega, en þess vegna vil ég fá núna hver verður Formúlu 1 meistarinn Hver eru hjá Ferrari núna? Það er með Lewis Hamilton Það er Lewis Hamilton og er ekki Charles Leclerc er búin að segja að ætla að verða heimsmeistari Það held ég náttúrulega geti verið vesen af því að þú ert með 2 Alfas Það hefur sínt sig undanferðin ár að allir vinna sem eru með a backup a superstar and a backup það er búið að vera Max Perez svo var Hamilton Bottas Já. Ég ætla að segja Hamilton en það er eiginlega bara Það er alvöru prediction Já, en það er það geðveikt sjátt sko. Það er samt mjög skynsamlegt sjátt Það verður bara að gera bíómyndum þetta sísón sko. Já, en er þetta fyrsta árið hans í Ferrari? Já, þetta er stærsta move bara í sögu Var hann keyptur frá McLaren? Nei, samningur búinn Hann samti sko fyrir Formúlu 1 Þeir eru með svona handboltadæmi sko. Já, bara búinn að sæna Þeir sæna bara Ferrari og klára svo heilt tímabili með Mercedes Já, ok Hver tók hinn stólinni á Mercedes? Það var svo fyndi sko að því að hann tók bílpróði síðan bara 2 mánuðum eftir hann búinn að taka Mercedes Hann heitir hérna Já, ok, þetta er bara einhver krakk Já Þeir eru náttúrulega George Russell og Antonelli Já Hann var í Drive to Survive síðan seri Hann bæði að byrja ný seri á því Já, ég var að hóra það Kimi Antonelli Ég held að George Russell sé ekki gaurinn til að vinna þetta Nei, ég er ekki þar Ég hef ekki nægilega trú á honum sko. Mercedes voru líka 4. besta liðið í fyrra Já, það er mjög sjaldgæft að það er stökku beint upp í fyrsta Það ætlar að koma með prediction Mér langar bara svo mikið að segja Lando sko, bara því ég held svo mikið með honum Það er bara svo mikið minn maður Ég er algjör Lando maður En þú veist Ég nenni ekki að segja Max, ég ætla að segja Lando Já, ég segi Lando Ég er með hann, alveg McLaren enduð í fyrra, langbestir Ég er náttúrulega skelfilegur í þessu þar sem ég bara hætti að horfa þegar að Mikael Schumacher og Mika Hakkinen voru bara Já, frábært, þannig að þú ert alveg djúpur í þessu Nei, veit ekkert En ég fór og Hefur ekki tekið hann Drive to Survive eða? Nei, en ég kíkti á völlhaldna Ég hef kert brautina
ekki sjálfur en verið í svona bíl sem keyrði hérna Já, ég ætla að þú hefði bara verið Monaco Monaco, ok Já, mjög stað skemmtilegt Þannig að það tókst bara leigubíl í Monaco Þetta var reyndar svona 2 hæða buss Já, ok Mér finnst það gaman Já, ekki Jú. Og fékkstu svona tilfinninguna eins og værir, þú veist Nei, mér fannst bara gaman að heyra söguna Já, herru hérna klesti þessi á og okkur svona Mér finnst það bara Það er skemmtilegt Já, mér finnst það bara skemmtilegt Þannig við erum með Double Lando og hann fer í forfræðina Já, í Hamilton Ég held bara svo mikið með Lando Norris Já, og McLaren líka Ég er bara búin að vera fastur þar síðan Drive to Survive seri 1 Hvað eru að tala um? Það eru 3 vikur eða eitthvað í bestu deildina Já, það er að fara mjög stutt Hvernig fannst ykkur tæklingin á stjórnumann? Ég var að horfa á þetta í beint sko. Ég hjálp, þú veist Þetta er eitthvað æfingarleikur? Það er ekki alltaf lægi eða? Hann fær líka bann í þessari keppni sko. Já, ég heyrði það með Dr. Fútból Það er fáránlegt hann á bara að fara í 2 mánaða bann núna sko. Ég finnst það Það hefði bara frekar dramatísk sko, en ég veit það ekki Nei, allavega samt bara mánuð eða eitthvað Já, bara mánuð eitthvað Þetta er svo bleitant ásetningu sko Já, þeir fóru vel yfir þetta í Dóttarfútból Það er segast útskýringin er þannig að það þarf dómarinn sko að setja það sérstaklega í skýrslunum sína að mæla með því að hann fari bann frá knattspyrnu iðkun Það er svo fáralegt að því að veist, kannski in-game, þá sér hann kannski ekki alveg hvað þetta er Nei. En þegar kemur að horfa á vídeo þá er maður bara, herri það er bara ráðast á hann sko. Já, það er ásetningur Já, bara gæinn sem að reyðast á hefði geta bara mista af öllu tímabilinu bara út af þessu tækling Þetta er bara Rói Kína á Holland sko. Já, þetta var svakalega tækling sko. En spennandi En við ætlum að fara betur yfir það Við förum bæði kannski yfir bestu og lengjuna Já Í Kalla hvenna Já Það verður náttúrulega að taka lengjur núna Já Ég er bara að spáði einlega það er á topnum Nei, við erum að anda þess að við erum að fara yfir þetta Herru, ég var að segja skilið við íþróttunar og fara í þetta The Bold And the Beautiful Ég segi alltaf það Já Fallega og fræga fólki Það er pressa á þykunni Nei Þegar Dóri var með ekkert Nei, ég er bara að tala um að bjarga þættinum Málið er að ég er svo þægilegur núna Rosa þægilegur út af því hann var svo ógeðslega lélegur að ég er eiginlega bara Skellihlægandi Ég þarf ekki að koma með neitt og það verður alltaf betra Ég held ég sem er gott tónlistarhóttni Já, ok Herru, fallega Meir intros Herru, kona mér fór mér að horfa á þátt út af senstu tónlistarhótt Jaha Og þú intrónum 13 Reasons Why, aftur Já, það er vel gert Gunni, ertu byrjar að horfa á þetta? Nei Af hverju byrjar aldrei að horfa á það sem ég segja það Ég fer að gera Þú væri svona drífa í Last of Us svo getur tekið seríu 2 með okkur Ers með svo mikið frítíma sko Þið eru með frítíma Ég er að vinna Herru Nei, ég held sko við bara sofum ekki Það er munurinn sko það getur verið Herru, fallega og fræga fólki Það er í bóði Overkaup Já, brúsanir mættir hérna Já, overkaup.is Mælum með brúsonum Og náttúrulega númer 1, 2 og 3 En ég ætla líka að koma með myndvarpa minn hérna Já, við þurfum að sína myndvarpunum líka Já, ég ætla að hafa hann hérna, baka þykjala minn Og við getum þá verið að sína sko, ég get varpa sko símanum mínum Þannig að veist, ef ég þarf að sína ykkur mynd Já, ég skil ekki Búm, á hvítaveginn hana Brilliant Það ekki? Brilliant Næs Hvernig ætlar að byrja þetta? Já, eigum að byrja svolítið dögt Eigum að fara í léttleikan Þið megið ráða Morð eða döðsvöld eða hvað Nei Byrja þetta dark og enda þetta Ekki léttleikan. enda hérna bara allir bara Já, frábært Rest in peace Ok Herru, byrjum þá í svartnættinu Odell Beckham Jr. Herru, hann er víst það er verið að kæra hann núna fyrir nauðgun í sérstökum Diddy tapes Já, ég er hrifnar af morðunum heldur en þetta sko og döðsvöldunum, þetta er ótrúlega leiðilegur móli Já, þetta er samt frægur maður Hollywood náttúrulega Beckham Odell Beckham, þetta er ekki David Beckham Hann var í svo miklu rugli þessi gæi maður, þetta kemur ekkert á orð Nei, já, þetta, ok, ég var hans rugli ég held að væri eitthvað svona hans David Beckham Nei, þetta er eitthvað running back þetta er einna frægustu samt í rauninni NFL spilurum bara áður en að Kelsey bræðinu koma og tröllir í öllu núna sko, ég fylgist ekki með þessu en ég hef aldrei verið varfið þess að Kelsey bræður sko, ekki fyrir hann þeir eru með huge podcast annar byrjaði með Taylor
Já, ég enda var búin að sjá það út á podcastinu þá var ég búin að En Ég var nú alltaf bara í Brady og Gron sko. Það er svona eiginlega ánast að fylgjast mikið við þessu. síðan alltaf Íslandsvinurinn Patrick Mahomes En já, hann var Sér hvað glatar Íslandsvinnurinn. Það var djókið sko Já, ég veit það. Þú er svo glatar. Þetta er ekki bara að fara rúndinu fjölksnið þessu næsta helgi. Herru, ég er hættur Herru, takk fyrir mig, ég er búinn Herðu, Jennifer Lopez hún er alveg sögð vera yfir myndum sem er að koma núna að Ben Affleck og Jennifer Gardner fyrirhundi konuna sem þau eru eitthvað út að labba saman og eitthvað svona og Jennifer Lopez segist bara brjálu yfir þessum myndum Það segir hún ekki hægt Nei, hún er sögð fyrir ekki hún segir The ekki body language expertin. Já, hann mættur Hún er brjáluð. Það er ekki þessu myndum hann af Ben Affleck. Hann er bara eitthvað út að rölda sko Já, ég menna ekki að þess að vera í fóreldraviðtali sko Ég er svona ólíklegt Ég bara Er ekki bara amalið eða eitthvað? Ég meina, eru þau ekki skilin samt? Jú, þau eru skilin og hann er nú alltaf búin að byrja með Jennifer Lopez held ég 2 þarna í millitíðin. Nei, ég meina, er J.Lo og Ben, eru þau ekki hætt saman? Jú. Hvað er hún þá eitthvað að væla? Ég held að henni sé bara, veist, það var ekki svona fór bara á blogg síðan að sína og bara setja þetta út sko. Já, ég held að það sé kjaftaði sko, ég held að henni sé fokk saman j.love@blogcentral.is Hún er með það. J.Love Herri, vissuðu þið að það er hægt að grafa upp gamla Blogg Central síður? Það er staðan. Já, áttuð þú Blogg Central? Já. Hvað hétt hún? Ég ætla ekki að gera það. Ó, guð Nei. Death Metal Gunni Nei, það er ekki að fara að Kæri hlustandi, ef þú veist hvað Blogg Central síðan að Gunna heitir, þá þarf við að vita það ASAP. Kalli, ég veit þú hlustar hennar og senda mér þetta núna. Aldrei. Herðu, næsta skemmtilega frétt. Ég þarf nefnilega að sína ykkur eina síðu þess að ég veit hver með Ragganat sko. Fannst hana? Já, ég hef búin að finna hana. Fannst þú okkar eða? Nei, það er ekki hægt að finna okkar. Þetta við eittum henni, þetta þurftum með henni. Já, því að þið. Skólastjórinn lét okkur eðinni. Já, það er svipað dæmi hjá mér. Næ, svo ekki eðil. Veit ekki hvort það var eittinni. Ég vona inn. Kalli, þú sendir þetta á mig. Herru, næsta frétt, en það er allt, þetta er á öllum miðlum. En sem sagt, George Clooney litaði hárið á sér brúnt og er ekki með þessa silfur lokka lengur. Af hverju? Og áhyggju efnið er að hann verði detti út úr topp 5 fallegustu menn í heimi við að gera þetta. Já, mikið áhyggju efni. Já. Svona, helsti hérna lúkalæk hjá mér sko. Já, það getur vel verið að núna þegar hann koma með þetta brúna hára, hann sé verði ekkit lúkalæk eins og ég? Nei, verði bara ennþá líkari þér. Það var svo grár. Sýndu mér einhverja myndanum, Dóra. Nýja myndanum minn einhverstaðar. Midlife Crisis, George Clooney, spurningamarki, Mail Online. Er þetta hann? Af hverju óskupum þetta gera? Þetta er mest hann bara lítar hræðilega út, sko. Hann lítur að gera þetta fyrir bíómynd. Hann lítur að það er ekkit annað í búið. Ég held að hann bara hættur að leika. Nei. Hann er svo ríkur á þessu tequila-dóti að En er ekki bara acting a passion? Ég veit það ekki. Það er glú. Nei. Næsti móli? Já, ég er með slatta nefnilega, þannig að við þurfum að rúla svolítið hratt. Skortúl, hvað segir þú við þessu? Herru, Wendy Williams. Þið muni eftir henni? Nei. Nei, hún var semst með útvarpsþátt og var ein af þeim sem var fyrst til þess með Diddy að koma með Diddy. Já, og var smá að nefna hann eitthvað. Já. Nefna hún er í smá veisinu núna og hérna var lögð inn semst út á hún var veik. Svo var hún sett á einhverju svona lokuð inni á svona geðveikra svona hæli. Já, ok. Nefna hún fyrir PC en einhverju geðveikra hæli. Var hún lokuð þar inni? Hún var lögðin á geðspítala til dæmis. Já, takk. Ég sagði það. Lokuðin á geðveikra. Og hvað var það hent leiklunum með? Nei, en hún sem sagt þetta er tvöfald sko. Okay. Það sem hún gerir, hún skrifar á blað help me og skrifar Wendy og fer í gluggan og hún er sögð hafa áhyggjur af því að vera lokuð einhvers þar inni þar sem að Diddy geti komist eða þú veist, því að það er sagt að Diddy hafi eitra fyrir henni þegar hún var veik í fyrsta skipti. Já. Hérna er svona 29 mínútur síðan ég býta aðeins bara
Ég vissi að alltaf var að skemma þetta. En hún sem sagt núna, svo þetta gerist bara í fyrradag. Og núna í dag sagt að hún fái að fara út og sé bara í rauninni ekkit veik. En hún hafi haft áhyggjur að því að vera læstan inni. Það hafi verið ágjafni hennar. Wendy Williams passes psych exam for the perfect score after her plea for help. Já. Gæti þetta verið að hún hafi fengið svona kvíðakast? Það getur vel verið. Þegar ef hún trúið því alvörunni, og ég hef náttúrulega ekkert út sem sagt ekki að þetta hafi eitra fyrir henni, þú veist, þá verður maður mjög svona paranoid, sko. Myndi ég halda. Já, 100%. Sko. Það getur spilað með mann. Herru, ég á nefnilega alveg slatt eftir. Ok. Herru, bara þess vegna svo stuttafréttir. Já, og það er með svo mikið, sko. Herru, Jay-Z hann að kæra konuna sem sakaði hann nauðgun. Já. Það náttúrulega bara standard, en það eru 2 fréttir eftir og þetta til þess að gleðja liðin. Kötturinn Diego, hann náðist vera að hakka í sig mús í Hakup. Já, ég sá það. Já. Það var músagangur í Hakup? Nei, ég held að hann hefði farið bara út og náði hann og farið með hann. Í skeifunni alveg plenty, sko. Ekki rottugangur það bara eða eitthvað? Jú. Það var líka... Hann fann allan á mús. Ég sá þess að frétt. Helmingun og kommentunum var að þetta verið rottuungi. Já, ok, frábært. Já, það ógislegt, en við mælum með því, þið getur kíkt á þessa frétt og séð hann vera nart í rottuna. Það spurning bara að allir matsölustæðir og allar búðir í skeifinu verður bara með húskött. Já, og bara hakkið þetta allt í sig. Já. Væri sterkt. Já. Loka fréttin. Vá, hann laði hann á minnið, sko. Já, vá, þetta ekki... Nei, ég í rauninni fekk raun frá góðum aðila að ég var ekki búin að taka þetta nósnama, en hann og Svavar Knútur okkar hann á tónleikaferðalagi eins og staðan í dag og við erum eiginlega bara að skoða hvar við komst inn, hvar við getum mælt okkur mót. Já. Og við vorum að hugsa það hver að skoða það? Við 3 og ég myndi ykkur story sem við getum sett, sko. Ég mæti. En það ekki það? Jú. Ég teppur. Er þetta ekki bara leið til að það Gunnar vera fullan? Jú, það Gunnar byrja að leita öllum tækifærum. Svavar Knútur og tónleikaferðalagi, þetta eitthvað sem við mælum með fyrir alla gestur og ganga. Hvernig hann Bakkafirði eða eitthvað svona, ekki það bara svona stöðum sem hann har að spila? Jú, þetta eitthvað starfnir nálátt hér í sveitinni. Já, Bakkafirði reyndar ekki nátt mér, en verður örugglega Eyrarbakka, bara á Litla-Hrauni. Já, hann með einhverja nokkra staði sem hann að fara á. Ég ekki alveg með það fyrir frammi, en tónleikaferðalag og hann auglýsir þetta með þess að á ensku. Hann náttúrulega með huge following og í Bandaríkjunum. Já. Hann náttúrulega stór. Já. Herðu, einhverja gjöf. Það komið. Viljið þið recap eða? Ég verði eiginlega að fá recap. Þetta voru 13 mólar eða eitthvað. Nei, þetta var nú ekki. Þetta voru alveg slatta mólar, en ég ætla bara að renna yfir þetta. Við erum með Ben Affleck og J-Lo nú ekki ánað með að hann sé eitthvað að lappa úti. J-Lo, hún ekki sátt. Nei. Það samt fyrir lélegu móli ef við segjum bara svona alveg. Það mjög góð frétt, sko. Það alltaf þegar J-Lo og Ben Affleck koma, það mjög mikilvægt. Hún sé pyrruð að það sást út með ykkur kon. Ekki þú að vera að ræða við mig hérna um ykkur fréttir. Það Diego, það rottuungin. Það Odell Beckham, hann að fara að vera kærður út í The Diddy Tapes. Þannig að við erum með Diddy Tapes og J-Lo hérna, ég ætla að minna ykkur á það. Nýtt nafnleika, Odell Beckham, hann ekki komið. Já, George Clooney, hann að reyna að líkjast Halldóri ennþá meira með litur sér hárið. Brúnt? Já. Ég hef ekki nálægt ég með brúnt hár, sko. Hvort myndur þú segja að þú sért með meira grátt eða svart í dag? Ég var bara með svart hár. Ég ætla að snúa sér við. Og næsta frétt Jay-Z að kæra Wendy Williams, hún var lokuð inni en fær að sleppa. Já, það eiginlega besti múlin. Já, en þetta er rosalega, að þegar hann byrjaði að dark, það var bara ein frétt góð, svona uplifting, og það var Sagaknútur. Sagaknútur í lokið með tónleikaferðalag. Kötturinn var að geta rottur. Ég ætla að gefa þér áttakunni. Ég mákaði mig. Ég var bara í 5,5, sko. Já, ég fíla það. Það er líka að þá komið svona tvisturinn á mannskapin. Sko, Odell hérna Beckham. Já, ég veit ekki með hann í Diddy Tapes. Já.
Það er Ertu búin að missa helmingur vitið? Hollywoodin sko. Það er 5-5 frá Dóra. Já, 5-5, ég er grjótara með Hann það. er grjótari Svafa við knúður og einhver köttur þetta róttu. Þannig að það er ekki að fara að gera sig. Og hérna... Og samt erum við með J-Lo. Já, J-Lo, eitthvað, þú veist ekki eins og hún hafi sagt þetta sko. Það var bara eitthvað svona sem hendi svo bara, já, J-Lo er ekki sátt með þetta. Já, ég skrifa það. Já, Hún er pott ekki sátt með þetta sko. Kannski er hún ekkert sátt með þetta. Herru, þú fellur alltaf ekki um mig. Já. En Nei, ef Dóri, þú ættir- fjælst bæði veit með fréttabakkar í dag. Það var- Við erum sammála ekki í einhverjum einhverjum ekki ruglið það sko. Nei, ég veit það. En ég er ánægð með því, Kjallar. Já. Haldur og pingu lítið í sér eftir fréttindar og lækkaði mig fyrir það. Nei, Það er bara þetta eitthvað sem við átt Við þekkjum þetta allt. Við erum bara heppin að slepa þennan sko. Herru strákar, við erum að færa okkur í tónlistarhotnið. Já. Og í dag er ég með við ætlum að gera smá könnun Ok. og ég er hérna með 2 Disney bíómyndir Já. og við ætlum bara að skera út hvor er með betri? Betri? Já, betri. Já. Disney. Hvor er með betri, þetta er svona 2 svona OG bara geggjaðmyndir. Ok. Og vil ég gíska á hvaða myndir þegar við erum að tala um eitthvað svona rosalega tónlist í Disney myndum? Það eru nokkrar. Það Hvað er með 2? Tarzan. Þú ert Lion með... King. Það er Tarzan og Lion King. Ég ætla að Þetta er svona þessar 2 sem poppa upp í Það hugum. er ég að segja hvað lögin heita. Nei, jú, máttalega er þetta gíska. Við ætlum bara, Ég ætla að get hann í blekki. ég- Það er... Ég er með 8 lög. Já. Og jú, kannski gískum á hvað lögin heita. Ok. En svo er það bara, við setjum 1 og 1 hliðar. Ég sá þetta nefnilega á okkur Instagram sko. Ok. Og við erum bara að velja úr hvor er með betra. Hvor er svona... Við erum ekki að keppa. Nei, við ætlum bara að skera úr. Já, Við erum bara að skera út hérna skemmtileg breyting. hvor Tarzan eða Lion King sem er betra. Já. Og ég er með ákveðna skoðun líka. Ég held nefnilega að ég sé einn að báti á móti ykkur núna. Ég finn það alveg. Já. Ég er harður Phil Collins megin sko. Ég er eldan Jónmaður. Þannig að við ætlum bara að byrja. Hvort vil ég byrja að heyra Lion King eða byrja að heyra Tarzan? Ég vil byrja að heyra Tarzan af því að ég er þar. Ok, ég set sérst 2 lög saman. Það er líklegra að ég flippi ef ég heyri Lion King setna sko. Ég set sérst bara 2 lög saman. Byrja og við getum gíska á hvað heita og svona. Og svo veljum við bara hvort það var betra. Svo fyrir við ekki 4. Ef það er jafnt eftir það, þá þurfum við bara að skera úr með samræðin. Já. Hvað sér? Byrja á Tarzan. Tarzan. Er þetta í gangi, Gunni? Það er allt í botni hjá mér. Já, ég er að hlusta þetta í fokkin 12. Hvernig gerist þetta alltaf? Byrjum aftur. Þetta er svo. Ég verð eiginlega að vera svona líka, Phil Collins að kveikir í mér. Það kveikir í mér sko. Ég vissi þetta. En ég er ekki með því þessu nefnir ég finnst ískast í skora út Já. Ég verð að vera ennþá betra. Hvenær kemur þetta? Hvað, ætlar að spyrja hvenær kemur þetta í myndinni? Já, hvað er að gerast það? Þetta er svona monolog-atrið. Það sem að fullt að gera skett það. Hvað heitir hérna lag? Þetta er flytjandinn Phil Collins. Phil Collins, hann er á það með allt Tarzan. Þetta eru Strangers Like Me eins og við erum að syngja akkurat á. Herru, þá setjum við lagið á Er hann að mót. kynna Jane fyrir górulunum? En er ekki Jane að fara í hann ekki, nei, Tarzan að fara í hérna klæðið sér ykkur fötarna ekki? Já, þetta er annað hvort sko. Þau eru að sína honum svona heiminn, eða skilur mannskapin. Það er hár rétt í augunum. Já, vel gert. Herru, lagið sem kemur á móti þessu er þetta hérna. Ég ætla að vera konungur. Heldur betur. Shit, hvað ég búin að hlusta alltaf ofta á íslensku. Guð minn almáttugur. Alltaf í bílum konungur. Ég ætla að vera konungur voldugur stór. Já. Þetta með það á íslensku. Þetta er ennsku. I just can't wait to be king. Ég veist að ekki spurning Tarzan sko. Þetta er geð svona feel-good lag. Þetta er öðru sér sko. Gunni,
Hvað heldur þú? Tarzan eða Lion King? Ef við vortum að tala ef við förum bara beint í lagið Þetta feel good, sko. Þetta rosa gott. Málið að í myndinni sjálfri þá þetta skemmtilegri lag en hitt betra lag. Já, hitt betra lag, þetta meira svona feel good. Já. Þið líður vel að horfa á þetta skemmtilegt. Þetta gaman, sko. En hitt betra, þú veist, ég myndi frekar hlusta á hitt lagið ef ég væri bara að hlusta Að keyra. Já. Þú var ekki bara yfir Ég heiðina væri bara. ekkert eitthvað Gerðum var ekki eitthvað ekotruppi einn gunn eitthvað annar rúttin í sæl eitthvað ég ætla að verða konungur. Ég get nú alveg séð það fyrir mér samt, sko. líka. Erum við að henda þetta á Tarzan? Já, því miður. Þetta geggja lag samt. Þá setjum við á næsta Tarzan-lag. Já. Smá intro. Já. Drepur yngan. Við múum að vera að byrja svona bráðum. Ég geti trúið að þú sem meira með nöfnin á Lion King heldur en Tarzan. Phil Collins. What a legend. Það var ekki búin að checka hvernig þetta Við þurfum bara að vera rólegir, sákum mínur. Já. Hvað rögnu? Hann að byrja þetta? Það ekki. Ok, þetta lag þetta. Þú ert ekki búin að heyra Lion King? Það gæður þetta. Hvað er þetta með aðriðið? Þetta ekki bara... Hvernig er þú með aðriðið? Hvað segirðu? Þetta ekki bara byrjunin eða? Jú. Ég heyrði ekki hvað hann sagði, sko. Atrið. Já, hvað atrið er þetta? Þetta er byrjunin á myndinni. Þetta er svo gott lag, Það mann. er happin að deyja þarna bræðan, sko. Mér langar svo að hlusta öll þessi lög bara í gegn. Það gæður þetta myndin. Þetta er lagið Two Worlds. Já. Þá setjum ég á næsta lag. Já. Þetta er alltaf líka sturlalag, sko. En hitt er betra. Nei. Þetta er miklu betra lag. Það sem venja. Já. Þetta er líka smá intro þessu. Já. Svo kemur þetta er kakk. Hérna ertu bara með söngin á að varstu að hlusta okkur viðbjóðslega bongótrommur að drepa þér eyrum, sko. Spælt í þessum Circle of Life. Það er enda líka helviti gott, sko. Ég er alltaf bara að kjósa þetta, sko. Phil Collins þetta er frábært lag, en þetta eru 2 geðveik lög. Já, ætli þetta sé ekki... Jú, veist, ég ætla bara að hallast það líka. Þetta er bara uppbyggingin á Af þessu því að það lagi. segir hann að The Circle of Life sem kemur hann að... Þetta er eitthvað svona mínútu eða eitthvað. Uppbyggingin finnst mér svo góð. Mér finnst þetta gott og svo þegar allt kemur, sko. Já, það er ekki að veit, sko. Varum við ekki að fá það einn eða? Það getur vel að vera komin til 1,5, sko. Æ, þetta sé að koma bara. Já, ok. Já, jú, þetta er betra. Við gefum Lion King, það er 1-1. Já. Það er 1-1. Það er alltaf líka geðveikt, sko. Já, Það já. er þess að því, sko, bara við gerum þetta ekki svona lengur. Soundtrackin, það var lagt. Já, þetta er Semja tónlistina rosalegt. fyrir. Nú er þetta bara sett í gömlu, eða eitthvað lög sem er í gangi, sko. Já, þú ert samt með Frozen sem gerir þetta. Frozen gerði það helviti mjög vel. En er það ekki bara síðasta mynd sem gerði þetta svona vel, eða? Coco eða eitthvað. Já, Coco var fín og síðan var þarna... var það draugurinn hann? Síðan var líka þarna Encanto var svona... Já, jú, það er svo smalega en það verið að gera það. En þetta Já. er, mér finnst þessi lög samt er svona bara... Moana líka.
Já, Moana var náttúrulega rosalegt Ok, kannski var þetta bara lélegt teikja mér en þetta er alltaf bara svo orðið, þetta er alltaf fyrir okkur er þetta svo iconic þegar við vorum litlir þegar þetta kemur út sko. En mér finnst líka þetta samt bara miklu meira eitthvað, heldur bara svona eitthvað svona þetta er ekki bara svona eitthvað, já, hún er hringið til Moana, þetta er bara svona, wow. Herri, næsta lag. Það er Tarzan. Og lagið er Son of Man. Því hann er ekki api. Spiluðu þau Tarzan leikinn á plöðsum? Já. Nei. Kannski ekki skilur við spilaðum hann saman, sko. Já. Alltaf að fara hana með, sko, trjánum eins og hjólubreytið. Hann var gerður bara gegnum hjólbarðsleika eða mann ekki. Já. Svo ekki mynd. Þetta er alltaf fíl gút. Við erum alveg að dilla okkur hérna. Hvað setjum við næsta? Shit. Þetta er brekka fyrir Tarzan. Þetta er bara svo mikið feel-good. Þetta er náttúrulega... Hittlæðið miklu betra lag en þetta er bara svo geðveikt feel-good. Það er ekki hægt að velja þetta ekki. Þetta er náttúrulega erfitt sko að velja hvort maður sé að velja, veist, heimil. Lög sem maður myndi setja þetta. Ég geti sett öll Tarzan-lögin bara að vera í góðum fíling. En svona the iconic status á þessu lagi, eða það var sögulega lag. Leið vel, ég fæði vel bara svona good vibes þegar ég hlusta á þetta. Þetta, ég myndi alltaf kjósa þetta. Já, ég ætla ekki að það. Það er bara, líka bara, ég er svo gaman að röddunni og svona, þetta er allt mjög skemmtilegt. Sko, þér að hendi þessu í Lion King. Já, Lion King, ok. 2-1. 2-1. Ég hefði áðan verið með Two Worlds yfir Circle of Life, bara svona að þetta vita. Ég ætla að setja á... Það er eina sem ég finnst svona smá iffy, en ég er að myndi... Já. Ég er að pælja að switcha þessu í lokin og því að við vitum all hvaða lag kemur úr Lion King í senast. Sem bara vinnur. Það er Johnarinn. Það er bara besta lagið í bíómynd. Ég er nefnilega, sko, ég á mjög erfitt með að velja sem kemur síðan eftir, sko. Þetta er bara ekki kepp. Þú ert að setja Elton John. Þetta er náttúrulega rosa. Þetta er fallegt. Johnarinn, maður. Þú færði ekki betra. Líka momentið. Já, hann og Nala eitthvað kela þarna stundum. Kela. Já. Þetta er helviti gott. Beautiful. Við verðum að fá náttúrulega Can You Feel the Love Tonight stefið. Já. Það var náttúrulega skiptum. En ég er að segja ykkur það, Tarzan, Phil Collins lagi sem er hækkaði í það að gera Tarzan. Þetta er allt og gott stöf. Herru, þið tilbúinir? Já. Þetta er líka bangers af lagi. Þetta er bara allt helviti gott. Þetta er geðveikt lag, sko. Já, ég sammála því. Ég held sko að maður má ekki líka blindast af því að Lion King var stærri myndi Tarzan, sko. Já, málið er ég fíla öll þessu lög. Sko, Circle of Life er eina svona sem ég finnst svona, mér líður eins og ég hafi, ég myndi fara í próf og ég hefði fengið vittlust fyrir þetta. Út að ég fór eiginlega bara eftir my gut þar. Þetta lag er náttúrulega geðveikt lag. Já. Þetta er sett saman, þetta hefði unnið allt hitt Lion King, sko. Já. Þetta er sett náttúrulega við hliðina. Þetta er svona bestu lög. Já. En ég er svo sem alveg samanlega, það er ekkert að fara að toppa Can You Feel the Love Tonight. Það er bara ekki hægt. Þessi tvö lög eru bestu lögin. Þetta er bara 1 og 2. Já. Bara í Disney almennt, myndu þið segja kannski? Sko. Já. Já, ég er reyndar, sko. Ég er það grjótur og Herkules maður líka. Já, ég fíla mikið, sérstaklega hérna introlagi í, eða þú veist svona sem, er það ekki introlagi? Nei, ég manna ekki, það er langt síðan. Það eru mjög mörg góð lög þar. Það kom mér rosalega óvart hvað mér fannst til dæmis mörg góð lög í Moana. Já, þótt ég hafi verið orðinn gamall. Já,
ég er náttúrulega hort á hana 45 sinnum sko og ég get mér sér sagt ykkur það að 14. mars kemur Moana 2 á Disney. Það er þannig. Það er búið að taka daginn frá hérna mér. Já, geðveikt. Þannig að, já, Moana finnst mér geðveikt skemmtileg líka. En það... Ég held að þetta myndi fara jafntefli, ef ég myndi segja. Ég held að Two Worlds myndi vinna Circle of Life. Já, það er eina svona sem gæti verið tæft bæði hjá mér ekki. Það er samt eitthvað við það. Ég er náttúrulega sagði fyrst sko að Tarzan-lagið myndi vinna sko. Ég myndi ekkert vera sár ef einhver myndi segja að ég hefði haft rátt fyrir mér þar. En allt hitt fannst mér eiginlega svona... En ef ég fæ að taka undir eins og við vorum bara í dag myndi ég samt geta sett á öll þessi Phil Collins lög en ég væri kannski að geta fara að vera einn að setja á Hakuna Matata. Það væri bara strange. Ég myndi alveg geta tekið það í sólinni og liðin á gólfvillin, bara grenjaður hlátri og ógeðslega ánægður. Það er satt skrýðið. Eða við Circle of Life, skilur, ég ekkert að fara að setja það einn. Bara hversu Circle of Life, það er bara... Já. En við vorum ekki að dæma það hvað þú ert að hlusta á einn. Nei, ég er að segja, það er hægt að dæma, ef þetta er að taka bara brútal bara lög sem maður getur setja á í dag án þess að hugsa bara, vá, Lion King eða vá, Tarzan. Já. Ég held samt bara Elton John myndi vinna allt sem kæmi. Hann er með toppinn. Það er toppurinn. Já. En sáku, þetta var tónlistahornið í dag. Við náðum að kryfja aðeins hérna. Já. Ef þú ættir að vera með aðra svona hvað tvær myndir myndir þú vera með? Sko Frozen væri þólega. Frozen, veist, eins og Into the Unknown, mjög gott lag. Ég er náttúrulega brennir mertur á Frozen, þannig ég myndi alltaf kjósa Hit sko. Ég er bara Hit. Já, ég meina Let It Go er náttúrulega rosalegt. Já, það trúir ekki hvað ég horfa oft á Frozen. Það bara trúið ég ekki. Mér finnst lagið með Ólafi mjög skemmtilegt. Já, þarna sumarlagið þarna. Já. Sko, Into the Unknown er rosalegt lag. Já. Skilur hana? Já, mér finnst Let It Go líka frábært lag. Ég kannski á ekki barn sem er búin að drepa mér. Eða stelpu, eins og kjallar sko. Já. Já, ég myndi segja það. Hercules er náttúrulega. Ég er með sko lista af sem ég ætlaði að taka eftir maður setna. Kannski. Það er sko para saman Hercules og Mulan. Mulan náttúrulega. Já, það var líka mjög, Mulan er mjög gott. Kom líka báður út 98-99. Og þú getur líka verið að koma með þá Frozen og Moana. Já, Moana, veistu það, hérna Dwayne The Rock lagið hana. Mjög gott. Dwayne The Rock Johnson hana. Hvað heitir það aftur? Það er You're Welcome. Já, það er rosalega gott lag. Það er mjög gott lag. Já. Ég myndi ekkert skammast mér fyrir að vera að hlusta og bara keyra hvað sem er sko. Ég gerði bara daginn því að ég var Disney playlistan á og hann bara rúllaði, við varum bara að keyra. Við leið bara mjög vel. Já. Herru, við ætlum að færa okkur úr þessu. Já. Við erum að færa okkur úr þessu og hvert eru að fara? Við erum að fara í bíómyndinu. Við erum farin að vera með þetta svona fasta liði hérna. Já, ég ætla að segja ykkur sko með bíómyndinar. Mér finnst þetta svo fáránlega skemmtilegt að ég mun ekki breyta af sjálfur sko. Þið verðið að segja bara, herru gælar, við getum aðeins kvilt bíómyndinar. Ég er aldrei að fara að breyta þessu sko. Þetta er líka bara gaman. Já, þetta er líka alltaf eitthvað nýtt og veistu þess að tónlistin, það er hægt að ég er búin að vera með mismundi, skilur, ég stundum með að láta ykkur gíska. Það er þemi í dag. Já. Ég ætla að lefa Gunnar byrja núna. Ok. Af því að það verður eitthvað erfitt að byrjun. Nei, það er léttasta myndin í byrjun. Þetta er núna bara svona. Þetta er alveg bara þetta er bara stigmagnandi. Já, ég get ekki lent í brekkunni alltaf. Nei, núna hugsaði ég þetta sko, því að ég reyna að hafa sko báðmyndi nummer 1 eru svona, mér finnst það jafn léttar. Ok. Ég er bara alltaf að fatta hvað ég er lélegur í þessu, en ég vann og segja Þú slátraði mig senast, enda líka fegstu Þú varst samt með báðmyndinar, þið vantaði bara nöfnin. Já. Þú vissir hvað báðmyndinar voru, þú bara myndir í hvað hétu. Já, mér var slátrað samt. Ert þú tilbúin? Ég er tilbúin. Þetta byrjar, sko alla mynd, þetta er miklu léttar en það var fyrir viku. Okay. Miklu léttara. Okay. Þannig að ég býst alveg við 3-2 hérna. Please, virkaðu. No, that's a bit of a problem. See, rumor has it, the Athenians have already turned you down. And if those philosophers and boy lovers have found that kind of nerve, then... We must be diplomatic. And of course, Spartans... getur stoppað hann. ...have the reputation to consider. Þetta er 300. Þetta er 300. Þetta er 300. Með 10 sekúndur eftir. Já. Glæsilegt Gunnar. Hæ? Ég var með þetta fyrir löngu. Ég var nefnilega svolítið hrættur þetta væri eitthvað svona trikk og þetta væri eitthvað hérna þegar hann var að
Nei, mér er svo leiðilegt þegar þetta fer 1-0 sko. Þannig ég þetta Það er að reyna að minnka erfiðleika stíðun á þessu eitthvað. Já, og síðan núna munið ná öllu og næst farið í geðveikt erfi. Já, það er báðir pólarnir. Já, það verið tilbúin. Já. Þessi töluvert erfiðari en mjög doable. The colony. There's no colony, Anna. Everything just fell apart. There was no evacuation You're wrong. plan. There is a colony. I know, okay? How do you know, Anna? I just Ég ætla know. að spila þetta aðeins lengra, þetta byrjar svo hægt. How? I said, how do you know? How could you know? God told me. He has a plan. God told you. Yes. The God. Yes. I know how this It sounds, sounds crazy. but something told me to turn on the radio. Þetta verður létt. Something told me to come here. Þú með þetta? My voice on the radio told you to come here, Anna. You were trying to kill yourself last night, right? Anna, And I got here just in time to save your life. You Stop think that's a it. coincidence? just stop it. He must have sent me What are here you for a doing? Stop. reason. No, the world is quiet. Sko, við erum alltaf báðið með leikaran. Ég er bara alveg blanko sko. Hvaða leikar Er það? Ertu ekki með leikaran? Það áttu að vera dead giveaway sko, leikari. Ég er núna farin að hugsa bara sko Akkur var ég fastur í sko síðan var hann eitthvað að drepa sig og þá datt ég út úr eitthvað. Ég er svo lélur að heyra þetta sko, ég var með leikarinn hérna Nicolas Cage Nei. en svo sko bara í byrjun svo fór ég alveg af því sko Ég ætla að gíska bara á mynd síðan þegar þú ert búinn. Já, þú mátt taka það bara sko Ég ætla að gíska, sko við erum alltaf með Will Smith, Já. þannig að við erum að hugsa sko, ef hann drepa sig eitthvað annað, sko, Já, byrju, er það hvað ætlaði að segja? Þú mátt I gíska. am legend Það er rétt. Já, Það er rétt. já, þú Ætlaðir stalst þú- öllu sem ég sagði. Ég sagði, já, þú mátt taka þetta satt. Já, nei, bara, Varstu með það? já, Já, þá værið þú 2-0 nei, ég er alveg Þú tilbúin varst að gefa ekki búin að þér giska hálfa. sko, hann var byrjar að Já. tala sko, og hann var ekki, þú varst ekki formlega búin að senda svarréttin yfir. Já, Ég þurfti bara að heyra með Will Smith Ég Ok. er svo lélur að heyra þessu röddum sko. já, en ég Já. byrjaði nefnilega á því að vera að hugsa þegar ég heyrði hann fyrst að þetta væri Independence Day, svo heyrði ég á eitthvað að tala við önnu, þannig að þá breytti ég. Já. Bara mjög vel gert. Þetta heldur áfram að vera rétt. Hugsa þemað. Has this desk got bigger? Or have you got smaller? I can't pretend there weren't some sorry faces when you left us, Bond. But you fell so far off the grid that we thought you must be dead. Now learning that you were in fact alive and well and working for the CIA. Well, that really was a blow. Well, they just asked so nicely. It's a shame that you haven't lost your touch. Já, We wouldn't be in this mess. Dun, dun, dun. þú með hvað myndið þeirra? Miklar vísbendingar. Já, ég meina, það segir alltaf hvaða myndir þetta er Jó. hvaða myndir Ég veit það, ég veit að við veitum bara að þetta er James Bond skilur. Já, en ég er þetta bara er að spá sko- í By the way, það er sko, ef það ætla að hafa Bondmynd, það er nánast ekki hægt að finna klippu á þess að nafnið Bond kemur fram. Já, það þetta er er sjokking hvað það kemur oft Sko, fram. ég veit hvað uppástættrið er hvernig hann er dauður og það er þannig dettur úr lestin hérna og hann í allir að hann sé dauður Sko, ég held að þetta sé hérna Royal myndin en, Casino. já, en ég Er held það- að þetta sé myndin eftir á allt í einu núna hérna ég ætla ekki að hjálpa, ég ætla bara að segja Casino Royale og hafa vitlaust. Það var rámt. Þetta er
Ég nefnilega er ekki á undan þessu bara til þess að aðeins að hjálpa Halldór aðeins meira. Er þetta ekki hérna Jack White myndin? Það sem að hann er með introlægið á þessari mynd. Er þetta ekki hún? Þetta er ekki hún. Nú, ok. Þetta er hérna já, þetta er ekki hún. Já, ok. Er það Skyfall þá? Ekki Skyfall heldur. Nei. Þetta er myndin No Time to Die. Þetta er nýjasta myndin. Já, ok. Með Billie Eilish. Billie Eilish. Já. Það var Dóri. Þetta er svona í sama kategóri. Í erfiðleikastigi. What's the pool on me up to right now? What's it up to? What is it? $300? Is that it? 300? I'm a school teacher. Já, þetta er Saving Private Ryan. Það er rétt. Vel gert. Já, ok. Hvað? Bara erfiðleika stíð. Mér fannst hitt vera mjög, af því að nýjasta bondmyndin og en ég er náttúrulega með þetta í hausnum á mér sko. Já, ekkert mál. Það er ekki alveg að marka. Herru, það er 2-1 Dóra. Já. Og ég ætla að spila þessa mynd. Já. Þannig til ná henni. Já. Eða þú veist, klippan þetta er alveg. Þetta er 5. bara og þetta er 5. Við megum báða gíska. Við megum báða gíska og síðan er þemin eftir. Þannig að ef þú nærið þessu þá ræður þemin úrslitum. Ok. Eru þið tilbúnir? Smá innskott. Ég bara horfa á þessa mynd aftur daginn og þetta var kveikjan á þemanum. 7 years in Folsom. In the hole for 3. McNeil before that. McNeil is tough as they say. You looking to become a penologist? You're looking to go back? You know, I chased down some crews, guys just looking to fuck up, get busted back. That you? You must have worked some dipshit crews. I worked all kinds. You see me doing thrill-seeker liquor store holdups with a Born to Lose tattoo on my chest? No, I do not. Right. I am never going back. Then don't take down scores. I do what I do best. I take scores. You do what you do best, trying to stop guys like me. So you never wanted a regular type life? The fuck is that? Barbecues and ball games? Yeah. Ég veit ekki. Við veitum hvað þetta er. Ég held þetta væri hann This regular type life that you like? Ég bara man ekki Johnny Brasco. Donnie Brasco? Já, en þetta, nei, ég ætlaði að segja. Ég ætla að gíska þetta Irishman. Nei, það er svona, þú ert með báða leikarana. Já, ég er líka með báða leikarana. En hann var ekki lögga, hann Al Pacino. Þetta er hann var Ég er búin að eðalega. Þetta er stórmynd. Já, þetta Já, við skulum ekki kannski vera að brasa þessu nú. Það er ekki smá mikið ískur. Já, sorry. Sko, ég veit nefnilega að hann er eldan hana, endalust, endar hana á lestastöðinni. Rétt. Annar er lögreglumaður. Já. Hinn er atvinnuglæpamaður. Al Pacino er löggan. Já. Robert De Niro. Já. Ég er að reyna að muna hvaða myndið þetta er. Hann ætlar svona að Hún kom út 1995. Já, hann ætlaði ekki svona að vera hætt að vera einhver vondukall þegar hann hitti einhverju stelpu hana. Já, og ætlaði ekki að go back inside. Já, en einhvern veginn fokkaðist það upp. Hvað heitir þessi mynd? Ég er búin að sjá hana oft, sko. Hún er góð. Nú er þetta bara dettur ekki í hausinn á mig, sko. Herðu. Ætlar að gefa þetta og reyna að fatta þemað. Er þemin að kveikna? Nei, ég er að reyna að hugsa þemað, sko. Já, ok, hvaða myndir voru þetta aftur? Ok, ætla að gefa síðustu myndina. Já. Hvaða mynd var þetta? Þetta var Heat. Heat, já. Sko, en ég skal aðeins hérna hjálpa ykkur hérna. Þetta er 300. 300. I Am Legend. Síðan nýjasta bondmyndin, No Time to Die. Saving Private Ryan. Og síðan er Heat. Það er eiga allar einn hlut að minnstakosti sameiginlegan. Já. Sem við erum að leita eftir. Og það er ekki að þetta er allt aksjón. Nei. Það er ekki 1995 allavega. Það er ekki árið. Nei. Þetta er augljósara en það. Þetta augljósara heldur en árið. Mun augljósara en árið.
Þetta hefur eitthvað að gera með sögulínuna. Já, ég hef bara pæli sko en Will Smith deyr ekki I Am Legend það nokkuð. Hann deyr inni, jú. Já, hann allar aðalpersóna deyja í þessari mynd. Já. Vel gert, Dóri. Allar aðalpersóna deyja í þessari mynd. Það er vel gert. Þetta var mjög vel gert. Ég hefði ekki náð þessu. Ég var með það, svo allt í henni fór ég að hugsa hvort það hafi bara verið hundurinn sem dó. Nei, hann deyr nefnilega í lokin. Sprengið sig hann. Sprengið sig til að bjarga fjölskyldunni og bóluefninu sem hann gerði. Já. Ánægður með þetta, Dóri. Góður í þemanu. Já. Þetta er vel gert. Þakka fyrir. Já. Ég er ógeðslega góður í þessu. Ég ætla samt að gefa hún það. Hann fekk charity win hérna. Ég hef samt unnið því. Þú þótt að þú fengið það stig. Þetta? I Am Legend. Það hefur verið 22. Það hefur verið 22 og ég er náð þemanum 3. Já, en ég var svo átti að vera jafn erfitt Saving Private Ryan og sko einhver af þessum 1000 bondmyndum. Já, ok. Alltaf ég haf söngja. Þú var svo mikið crybaby. Þú fékkst 300. Það er alltaf hattar á mig. Ég fekk 300. En ég er búinn að breyta. Næst ætla ég að gera það þannig. Ég ætla að skrifa niður númer 1-3-4-5. Og við gískum á númer. Nei, og þið bara dragið númer hjá mér. Það væri klikkað. En Gunni finnir samt örgulega ég ætla ekki að grínast, ég var búin að fixa þetta. Ég ætla að gera það þannig næst. Þetta segir þetta hafi ekki verið fiksað daginn eða? Nei, það var ekki. Þið völduð hvor byrjar. Ég valdi ekki hvor byrjar. Ég var ekki bara Gunni, Dóra ætlar að byrja þetta. En ég ætla að gera það þannig næst. Gunni, ég ætla að leyfa þér að byrja að þið er léttast að fyrst. Núna? Nei, hann segði það núna, já. Já, hann sagði að fyrstu 2 varu jafn erfiðar, sagði hann. Það var ekki þannig. Ég hefði nátt báðum. 300 var bara right away. Herru, grullum okkur í einn góðan topplist. Já, það er topplistin núna. Hvernig eru ekki hrifnir af því konsti? Ég ætla bara að gera númer hérna. Mér finnst þetta bara voðalega fínt eins og það er, gæla minn, sko. Ég þarf ekki að vera að drulla yfir því hérna eitthvað ásakum svindl og því ég tapi hérna. Nei. Herru, nú er komið á topplista maður. Já. Ég er með topp 10 hérna, en ég ætla að fylgja bara topp 5 listanum og þið ætlið að keppa á milli, þið ráðið hver byrjar og það er í rauninni topp 5 hættulegustu íþrótturnar. Og þetta er ekki, það er annar listi sem ég er með sem ég tek einhvern tíma seinna, en það er sem sagt íþrótturnar sem flestir hafa dáið. Þetta eru hættulegustu, þetta eru bara meiðsli líka og svoleiðis. Já. Kjálfur, þú byrja? Já, ég ætla bara að segja Ruby. Nei. Ok. Bara box. Nei. Ok. Var það ekki, Nei, það var greinlega ekki. Ég ætla að segja snjóbretti. Nei, nálagt. Formúla 1. Nei. Það var svona frekar hættulegt sport. Skíðastökk. Hárrétt hjá þér. Takk. Skíðastökkið. En það er eitt af hættulegust íþróttum í heiminn. Já, það er í 5. sætinu. Ok. Er fallega stökk íþrótt? Það er náttúrulega extreme sport. Það er í 3. sætinu. Fallega stökk, ok. Fallega stökk. Hvað var skíðastökk í? 5. Er þarna diving, cliff diving eða eitthvað svoleiðis? Það er cave diving. Já. Það er í 4. sætinu. Thank you. Cave diving, er það sem þeir eru í svona með svona vangi eða? Nei, það er svif. Cave diving er það sem þeir hoppa niður og fara onni í helli. Já, ok. Já. Það er insane dæmi. Allt mjög svona áhorfanlegar íþróttir sem allir fylgjast með. Já, já. Við erum komið með cave diving, við erum komið með fallhljóðstökk og skíðastökk. Maður er svolítið að fara yfir X Games katalóginu sko. Já. Þá erum við að tala um skyscraper climbing. Nei. Nei, ég bara ætla að segja bara
sem er með svona aftur á bát. Nei, svona aftur á bát, skilur með svona á bretti. Já, ég veit ekki hvort það sé keppt í Jet skiing eða eitthvað. Nei, ekki jet skiing, þetta er svona... Ég veit ekki hvort það sé keppt í því. Það ekki? Ég hef alltaf aldrei séð það, sko. En ég menna, þetta er þitt gisk. Bara throw it out there. Það er vitlaust. Já, ok. Ég ætla að segja bara klifur. Nei. Er ekkert svona free climbing? Nei. Ok, því að það vætti náttúrulega vera númer 1, sko. Nei. Það er kannski eitt keppt. Sko, við hefum hvað, 2 og 4 eftir? Nei. 1 og 2. 1 og 2 eftir. 1, er það ekki bara eitthvað, veist? Ég er með nokkur gisk, sko. Parkour. Nei. En þarna MotoGP eða Motocross. Nei. Það er ekki. Nei. Er þetta á X-Games, Gunni? Þú varst aðeins að hjálpa okkur. Nei. Hvorugt myndi ég halda að væri á X-Games. Allan annað gæti verið annar, þú veist, öðruvísi og hitt er ef að hafa þig með giska báður og ég segi Ég held að ég er með eitt giska. Já, hvað er með það? Er það nautaat? Það er í fyrsta sætinu. Já. Nautaatið er í fyrsta sætinu. Það er samt ekki beint nautaat, en ég verða ekki að verða. Já. Er það bull run? Það er bull riding. Já. Þannig ég er svona við höfum það inni. Ég hefði aldrei getað látið hann hanga þarna. Nei, á þetta skilið. Já, á þetta skilið. Herðu, og svo erum við í lokin með eitthvað í sjónum. Free diving? Nei. Scuba diving? Nei. Það var ekki hættulegt. Er það siglingar? Nei, þetta ástæðan er fyrir því að sjórinn er nefnilega svolítið svona mysterious. Ástæðan fyrir því að þú veist ekki alveg hvað þú ert að fara að fá þegar þú ert að taka þátt í þessu. Þetta er ekki bara sjósund. Nei. Ég veist ekki hvort þú ert að fá. Já, bara hvort það sé bræla eða eitthvað. Þegar þú ert að lappa á ströndinni og lappa eitthvað staðar. Já, er þetta brimbrett? Já. Þetta er í rauninni big wave surfing. Það sem eru að leita einhverjum risastórum til þess að í rauninni fara á. Þetta er ekki bara eitthvað svona venjulegt surfing, skilur. Nei, the big wave surfing. Já. Við þurftum að fara djúpt í íþróttabankan hérna að reyna að byrja með box og eitthvað svona. Ég var bara MMA, box, Formule 1, skilur við. En þetta var í fyrsta sætinu var sem sagt bull riding. Já. Svo er það big wave surfing. Svo erum við með base jumping, cave diving. Settur þú base jump sem fallíf? Þetta er, hefði ekki verið frekar leiðilt að vera með eitthvað, þú veist, spotta og eitthvað. Þetta er að sé þetta er svifgallinn. Nei, það er í sko wingsuit flying er í 8. Ok, sorry. En svo vorum við í 5. sætinu er í rauninni skíðastökk. Þetta er gallinn. Þetta er gallinn. Hann kemur hann upp þegar maður googlar þetta. Já. Varstu með hinlistan líka? Mér finnst það svo fljótrið þessu. Dauðsfallalistan. Sko, við ætlum að gema það. Við erum komin í 1,5. Erum við komin í 1,5? Já. Time flies when you're having fun. Ég ætla að segja það. Ég held að við verum bara... Ég ætla bara að segja eitthvað æfisögu Ég ætla að vera að ströggla sko. Já, hvað fleiri fjölskyldaferðir sem við tala um það? Já, við erum að plana eina. Já, hvað? Norður. Borgarest á eða? Norður. Já, Borgarest? Það var næst. Við ætlum að fara á grillhúsið. Ok, skemmtilegt. Herri, strákum minni, yndislegt að sjá andlitið á okkur í dag. Við verðum mættir aftur á mánudaginn næstu viku, ekki? Jú. Tökum upp þá og ekki nefnum eitthvað breytist og við tökum upp eitthvað meira. Stórlega hefast það með helgina sem er framöndan hjá mér og 2 leikir til að klára deildina. Þá stórlega hefast ég mig að finna einhvern tíma til þess að koma að taka upp. Taka upp. Það er að klára senast á stórmótið. 2 leikir og svo er ég bara flying up to New York City. Já, helviti flottur. Big City Life. Big City Life. Með hvað hljómsveit? Big City Life. Nei,
Váka, ég ána að vita Mattafixið eru umlegir Já, ég sagði Matrix Matrix Ég sagði bara neina, það ekki það Herru, þakka ykkur fyrir góðan þátt Kjallar, ætlar að loka þessu með einhverju góðu lægi eða? Ert þú ekki tengdur? Það er ekki að vera með meira svona Er ég tengdur? outros. Já, við þurfum að fara að setja eitthvað outro Já Voru að fljótur Hlustandinn er að fara, hann langar svo mikið að heyra lokalagi Yeah. Okay. Ég flegi sög og stekk út úr ranginum. Kalla mig bara